Margir félagsmenn í Stangaveiðifélagi Reykjavíkur kannast við Einar H. Guðmundsson undir nafninu Einar Prentari. Hann langreyndur stangveiðimaður og hefur vakið athygli sem snjall sögumaður á kvöldvökum félagsins og hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir fjörlega frásagnir. Þá hefur hann kvatt sér hljóðs á velflestum aðalfundum félagsins undanfarin ár og gert athugasemdir við ársreikningana sem þar eru lagðir fram og talið að betur hefði mátt fara með fé úr sameiginlegum sjóði. Við hittum Einar á heimavelli í Vatnskoti í Þingvallasveit og innum hann eftir uppvexti sínum og hvernig hann komst í kynni við veiðiskap. Ég var á 12. ári þegar ég kem hér í Vatnskot 1944, þjóðhátíðarárið, sem er mér náttúrulega mjög minnisstætt sem krakki, vegna þess að þetta var alveg geysilega mikill fjöldi þarna út á Þingvöllum þegar þjóðhátíðin var, en það var líka geysileg rigning, það fylgdi rigning þessari miklu þjóðhátíð. Nú þegar ég kem hér í Vatnskot þá var þetta náttúrulega mikil nýlunda fyrir mig að koma svona úr borginni og fara allt í einu að vitja net með gamla manninum, Símon Daniel Pétursson, bóndi í Vatnskoti. Nú ég var strax mjög uppnuminn við það að komast í þetta og fara með hann út á vatnið á bátnum sem var járnbátur og smíðar á honum sjálfum. Og ég bara frá fyrstu stundu þegar ég kom hingað þá bara elskaði ég staðinn. Og þú hefur farið hingað bara í fóstur eiginlega? Já, raunverulega sko haustið sagði ég nú alltaf ég nú er bara farinn sko, nú ætla ég eins og farfuglarnir að fara heim til Reykjavíkur. En því var ekki til að heilsa og ég gekk í skóla niður í Valhöll veturinn. Já. Þannig að það var mest ævintýri fyrir mig líka að stunda skólan í Valhöll. Þar voru börn hérna á sveitinni og aðbúnaðurinn í Valhöll, hann var mjög góður. Þarna var komið vel fram á okkur krakkana, fengum góðan mat í Valhöll og kennarinn sem hann kenndi okkur var mjög indæll maður og reyndi að kenna okkur eins mikið eins og hann gat. En þegar að Símon stundar hér veiðiskap, hefur hann búskap með? Já, þá hann með, þegar ég kem hérna í Vatnskot, þá hann með 2 beljur í fjósi og 2 kálfa, 2 nautkálfa. Það hefur bara verið svona til heimilisbrúks? Já, það var bara til heimilisbrúks og mjólkin var, sem var mjólkuð, hún var alltaf skiljuð, bæði kvölds og morgna og og rjóman var búið til smjör. Það var strokka búið til smjör og það var selt til Reykjavíkur. En veiðin hefur verið drjúg búhlunnindi? Já, veiðin var á þessum árum aðal tekjulind Símonar, því hann var hættur eiginlega að stunda þá vinnu sem hann gerði áður meðan hann var yngri og var með faratæki. En fjárbúskapur var lagður niður hérna hvað 1930 þegar þjóðgarðurinn var stofnað? Já, þá var hann aflagður, annars var hér, þar áður var hér bestu fjárjarðir bara landsins, því að hér var hægt að hafa fé eiginlega sko úti allt árið og þetta þótti eiginlega sko þetta fé þótti óvenju vænt. Þá var byggð á öllum þessum 3 jörðum, Vatnskot og Hraundún. En þessi útgerð hjá Símoni, hann náttúrulega veitt í net? Já, sko netaveiðin var þannig hjá Símoni að hann á vorin, þá byrjaði hann að leggja svona ýmist yfirleitt 2 net, þá var það bara svona fyrir heimilið. Og þá voru það net sem voru kallaði garmar sem voru svona frá árin áður og var svona búið að mikið til laga, þau voru orðin slitin. Og það var alltaf búin til svona öngull á netið í endan. Það var svona bugur. Bugur.
og þessi bugur, það var einmitt fiskurinn fór með netinu og lenti inn í bugnum og sko hafði ekki vita á því að snúa við. Og hérna enda voru netin á þessum tíma bara bómullanet og þau voru ekki eins fiskin eins og nælunetin sem að komu síðar. Var þetta í maí sem að þessi net voru lögð? Já, þessi net voru yfirleitt lögð í maímánuði. Var þá stærri fiskurinn á ferðinni heldur þegar lengra komu fram á sumarið? Já, það var yfirleitt mjög vætt fiskur þarna á ferðinni. Reyndar, þetta voru yfirleitt ekki minni heldur en svona 2 til 3 punda fiskar. Já. Og við veitum yfirleitt aldrei minni fisk í netin heldur en svona rúmt pund. Möskvastærðin var þannig að pundsfiskunum fór allur í gegn. Já. Var þetta sílableikja eða kuðungableikja? Þetta var mest kuðungableikja. En reyndar þegar leið á sumari kom oft mikið af sílableikjunni með kuðungableikjunni af dýpinu. Já, var hún stærri? Nei, þær voru svona ósköps áþekkar. Þær sko bæði að holdafæri og öðru. Aftur á fót, alla tíð fannst mér alltaf kuðungableikjan mikið betri til látu vegna þess að hérna, ég veit ekki að ég held að það hef alltaf verið eitthvað svona fiskibragð af sílisætum. Sílableikjan náttúrulega étur fisk en kuðungableikjan bara lúxus. Já, bara í lúxusfæði og þegar kuðungableikjan virkilega feit, að þá þetta eins og eggjahvíta sem að spýtist út með fiskinum og þá sér maður að hún alveg spikfeit. Já. Síðan kemur lengra fram á sumar og þá var fjölga netum. Já, við vorum nú yfirleitt aldrei með mikið af netum. Símon var yfirleitt aldrei með meira heldur en 5 til 6 net og hann lagði aldrei net í trossur, hann lagði bara alltaf 1 net. Og hérna bara út frá? Já, það var ýmist, það var nú þannig með netin að það var, þú gast ekki gengið að því vísu að það var alltaf fiskur á sama stað. Þú varst að færa netin, þú þurftir alltaf að færa netin til vegna þess að þegar var búið að svona þokkaleg veiði hérna í 2 daga eitthvað svo leys á einum stað, þá var hann horfinni á 3. degi, þannig að þú varst að færa netin. Og var það kúnst að vita hvar átt að setja niður netin hverju sinni? Var það eitthvað svona hyggjuvit hjá honum? Já, það var örugglega hyggjuvit hjá honum vegna þess að hann fórst talsvert eftir vindáttinni. Já. Og svo náttúrulega voru ákveðnir staðir sem voru meiri uppáhaldi hjá honum heldur en aðrir. Og ég tók eftir því til dæmis að ég vildi leggja til dæmis á allt öðrum stöðum heldur en hann lagði og hefði ég náttúrulega fengið að ráða en náttúrulega réði hann alltaf ferðinni en ég var með mína skoðanir náttúrulega sem bara að því ég var búinn að vera fylgjast með fiskinum út á vatni í logninu. Já. Og vissi stundum hvar var talsvert af fiski sko. Og fórstu þá bara svona sportferðir? Þá var ég yfirleitt og var með færi. Ég var ekki með neina stöng, heldur bara færi og spún og ég tapaði ansi mörgum spúnum sem ég festi í botninum og náði þeim ekki upp aftur. En fékkstu fisk náttúrulega? Já, ég fekk eiginlega fisk. En það var svo einkennilegt yfirleitt með allan þennan fisk sem maður fekk á færi að það var yfirleitt toraðari fiskur. Já. Það kom yfirleitt ekki þessi feita fallega kuðungableikja. Hún eiginlega kom afskaplega lítið á spún. Já. En urriðinn? Urriðinn, hann gaf sig yfirleitt svona talsvert til á vorin og svona fram eftir sumri en svo eins og hann hyrfi bara. En var hann ekki gráður í spónin? Jú, það voru ansi mikið læti í honum og ég fekk oft stóra urriða sem að sko en það var svo mikið lætin í þessum stóru urriðum að það var bara þetta var bara eins og laxinn að það var bara kýlt upp úr vatninu og svo hristuðu sér alveg eins og brjálæðingar og umlöðu skull í vatni aftur. Allt farið. Allt laust úr þeim. Og þetta var alveg með ólíkindu. Ég var stundum komið ífæri, ég var komið bal í bátinu, ég var komið há og það var alveg sama. Alltaf var ég komið með fiskan næstu upp að bátnum. Og þá var
það var bara kýling niður og upp og allt bara laust. Já, já. Þetta var, ég man eftir í eins og núna, núna geysilega fallegt Já. veður. Vatnið alveg spegislegt. Þá var fólk á öllum töngum hérna austur úr, að grýta í logninu. Og það var náttúrulega allt í murtunni. Já. Og ég var talsvert hérna út á og var að, það var svona reglan hjá mér að keyra, róa hérna austur að Langatangahólma og snúa við. Og ég með færið og ég get svarið það að þegar að kemur þessi svaka bolti á í þessum spegli að það var bara og það var svílíkt, það var bara eins og færið kæmi bara upp úr vatninu og hristi sig alveg með þessum svaka látum og niður. Og ég alveg að reyna að draga inn og ekkert. Nei. Og það kom alltaf í logninu, kom alltaf frá fiskinum sem að rugga í bátnum. Já. Og sko, það var alveg, þetta sko, maður trúði þessu bara. Nei, þetta ævintýri líkast. Já. En Langatanga, kallar það Ögursnáða? Já, Ögursnáði, já sko, hólmið þarna fyrir utan Ögursnáðan, við köllum hann alltaf Langatangahólma. Já. En það getur vel við hans ég kalla Ögursnáðutangi hérna hólmi, ég veit ekki. En veistu af hverju þetta heitir Ögursnáði? Sko við notum aldrei það nafn. Við köllum alltaf bara austur Langatanga. Ég fór með beljurnar austur fyrir Langatanga og allir viðskapur hjá okkur var alltaf miðað við Langatanga. Við áttum ekki lengra land heldur en að Langatanga. Og svo aftur hérna inn í Garðsendavík í vestur, sko. Já, en nú hefur borist töluvörur afli að og hvað var gert við aflann? Aflinn, allur fiskur sem við veitum var hafður lifandi í bátnum. Var það vatn í bátnum? Það var vatn í bátnum og við vorum iðulega vorum við með bala í bátnum og skiptum reglulega vatna á fiskinum meðan við vorum út á og svo bárum við hann hérna í kistu, hérna beint niður undan bænum. Já. Þá var stór kista hérna út í vatninu. Já, í flæðarmálinu. Í flæðarmálinu, í svona garði sem var girtur fyrir utan þannig að gæfi ekki inn á. Já. Og því að öldur geta orðið mjög háar hér á vatninu og mjög hvassar. Og þarna var fiskurinn haldið alltaf lifandi og við seldum aldrei neitt fisk nema lifandi. Nei. Og Var þá hér gestkvæmt og kom fólk hingað beint til þess að kaupa silung? Já. Allt sumari var alltaf rennir í fólk að kaupa silung og það sem að við seldum ekki svona hérna sem hvað maður kallar það. Bara út úr búðinni? Já, út úr búðinni sem maður kallar það. Að það var yfirleitt keypti Valhöll allan fisk af okkur sem að við, og yfirleitt oft meira heldur en við gátum látað að hafa. Já. Það var svo mikil trafík alltaf í Valhöll á sumrin. Og ég held að hafi orðið mikil breyting eftir að þjónustumistin kom þarna inn á leirana. Að Valhöll hafi aldrei borið sitt bara eftir það. Sett niður. Já, þetta var, ég held að þetta hafi verið mikil miská að hafa ekki þessa þjónustu áfram í Valhöll. Þarna vera með þjónustumistuð og bensínafgreiðslu. Þetta var bara eiginlega nauðsynlegt. Nú var Símon mikill svona uppfinningamaður og maður hefur heyrt svona sögur af því hvernig hann kom lifandi silungi til Reykjavíkur og markað. Já, hann gerði það reyndar áður en að ég kom. Það var talsvert fyrir mína tíð og ég spurði hann út í það. Já. Og hann sagði að þetta hefði gengið mjög vel hjá sér til þess að byrja með. En síðan hefði Hvernig útbjó hann bílinn sem hann flutti? Þá var hann með tank aftan á fortinum
og var með loftdælu sem hann útbjó sem að dældi lofti inn í vatnið. Já. Og sem að dældi leið og hann Leið að bíllinn var á ferð. Já, á ferð til Reykjavíkur. Og hann var boðinn, hann seldi fiskinn svona spriklandi úr bílnum, sko. Úr tankinum. Úr tankinum. Og þetta gekk mjög vel þangað til að þeir á Skógakoti sáu öfundaraugum yfir þessu hjá Símoni og reyndu þetta sama. Já. Og voru með yfirleitt lélegri fisk. Þeir voru ekkert að Símon seldi aldrei nema fyrstaflokksfisk. Ef var leginn fiskur eitthvað svolítið þá var honum yfirleitt gefið líf. Já. Já. Og fiskur yfirleitt gáðu öllum fiski líf sem var hrygnur og hængir sem voru orðnir slappir. Það var bara þeim var skiljaslaust gefið líf svo framalega sem að þeir voru lifandi. Nú það voru ýmsar uppfinningar svona sem að var að sinna hérna. Já, hann var alltaf að smíða eitthvað. Voru þið ekki með rafmagn á þjóðhátíðarárinu? Jú, við vorum með, hann var, á þeim tíma var að notað mikið rafmagn frá vindmyllu sem var hérna og þetta var náttúrulega, ég man þetta þegar ég kom hérna í hlaði í Kotið sem ráttlingur að þá þótt mér voru að skrýta að sjá þessa vindmyllu og spaðana, þetta bara eins og flugvél. Og ég hugsa, hvað er þetta eiginlega? Ég vissi náttúrulega ekki að þetta var þess að framleiða rafmagn, ég var náttúrulega bara gutti í bænum og þekkti þetta ekki neitt. En svo var hann með gríðarlega stóra, mikla geymira sko, inn í skáp sem hann hlóð inn á, þannig að hann hafði alveg nægilegt rafmagn fyrir ljósin. Og útvarp. Útvarp, já. Og þannig að Kotið var alltaf bjart. Já. Það var alveg sama hvort þú varst í fjósinu eða inn í stofu. Já, og þér var alltaf liðið vel hér. Já, hér var alltaf geysilega hlýtt og húsið var mjög vel byggt og eins og ég segi, hann var til fyrirmyndar hérna í sveitinni þessi maður, Símon heitinn. Enda er hans þjóðsagnapersóna og lifandi er raunverulega í sögnum en þetta í dag. Já. En segðu mér eitt hérna, sko, þegar þið lögðu neti, þá var stundum kallað að það væri rekið í netin. Já, það var nú aðalega gert hérna fyrir par sumars, sérstaklega, sko, þegar vatnið var svona spegilslétta eins og núna. Já. Þá ég vissi náttúrulega ekkert hvað það var þegar ég fór með honum í fyrsta skipti. Það var alveg geysilega gaman að þá hérna eftir kvöldmatinn að þá segi gamli maðurinn hvort að ég vilji koma með. Já. Hann ætlaði að reka í. Jú, ég var alltaf tilbúinn að fara út á vatn. Það var alveg sama hvað það var, sko. Ég var náttúrulega tilbúinn með það. Nú, svo er það þannig að við erum bara með eitt net í bátnum. Og þá byrjum við hérna, við byrjum hérna austur á Vörðuvík, sem er hérna fyrir austan. Já. Og það er lagt frá landi og fyrir víkina. Og síðan er sem sagt farið með bátinn inn fyrir og inn í víkina og hún er, sem er kallað reki, að þá er vatnið lamið. Það er eins og himbrimi fuglinn þegar hann lemur vængjónum í vatni. Við setjum bara náttúrulega árarnar í stað fyrir vængi, þá notum við árarnar og gerum svolítið skvamp. Og við það að gera svona skvamp, að þá sá fiskur sem er inni, að hann rýkur út. Og það var iðulega sem að við komum með milli 30 og 40 bleikjur sko, í land eftir kvöldi. Við þurftum að fara á fleiri staði náttúrulega. Þú náðir þessu yfirleitt ekki á einni vík. Við fórum að 3-4 víkur, sko. Og þetta var alveg, mér fannst þetta alveg geysilega gaman vegna þess að þetta var yfirleitt nýrunninn fiskur og spegilfagur. Og fiskurinn er hérna alveg upp undir land. Já. Og sérstaklega
þegar svona logn kemur, að þá fer fiskurinn og líka þessi stóraurriði, gamli maður var að segja mér frá því, hann lenti oft í því hérna í gamla daga að stóraurriðinn, sérstaklega hérna vestur á Vörðuvík, að þá fór hann alveg upp á svo grund að bakugginn hann kom upp úr. Já, sko, þá var hann þar eftir sílónum og flugunni. Já, sennilega verið bara eftir sílónum, sko. Já. Og hérna, hann sagði, sko, hann sá strikið þegar þeir ruku út, sko. Og einu sinni þá lagði ég hérna í tvígang vestur á Grjótnesi. Þá var hann hérna, Viggo heitinn, sem var sonur hennar Katrínar, dóttir hennar Símonar, að ég sagði svona við hann, heyrðu, ég ætla að fara í veðmál við þig. Ég ætla að reka í stóran urriða hérna vestur á Grjótnesi. Og við fengum bátinn lánaðan og ég fer með netið. Og hérna, hann held ég var bara svona með einhverja dellu. Jú, þá var ég búinn að reyna þetta, sem sagt, helgina þar á undan. Og það var eins og manni mælt, ég var bara einn. En nú ætla ég að snúa urriðan, en hann ekki mig, hann snýr alltaf á mig. Sko, þá hafði hann til þess að róa, en hann var bara ekkert flinkur að róa, en hann var ekki eins flinkur eins og ég. Ég var náttúrulega orðinn mjög klár á netinu og bæði á netinu og róa. En ég gat ekki, maður þurfti að vera með búið til öngul, til þess að halda fiskinn minni og hérna, og það var, sko, í fyrra skipti, ég trúði ekki fyrst að það væri svona svakalega stór urriði þarna, að þegar ég er að koma á honum og ég er búinn að búa til pokann, þá velti hann sér yfir netið og fór hinum einn og þá var hann alveg snöggalega og bara bless. Hvað heldur það að hafi verið stór fiskur? Það hafi verið 15 punda urriði, sko. Já, ekki undir því. Og nú ætlaði ég að taka hann. Nú skildi hann, sko, láti minni pokann. Nú við leggjum netið og ég einn fyrir. Og ég er búinn að búa til bauginn, sko, sem en Viggo heitinn, hann var bara ekki nógu flinkur að róa, hann þurfti að róa, búa til betri poka til þess að ég geti lokað betur. Akkurat þegar að koma á honum, það var á nákvæmlega sama stað, þessi bolti. Þá lá hann bara við netið og hann var ekki búinn að setja, sko, oft var það þannig sem að náði þessum urriðum að þeir kræktu í kjaftuvikinn í beinin, sko. En ég ætlaði samt að reyna að ná honum í pokanum, en leið og ég nægi að loka pokanum, þá samasann hann bara velti sér svona í rólu heitum yfir. Og heldur þetta að vera sami fiskurinn? Já, ég er alveg sannfærður um að það er sami fiskurinn. Þetta var nákvæmlega eins, en við náðum hann ekki. Ég reyndi ekkert við hann meira. Nei, en hvað heldur til dæmis að hafi komið mikið upp af fiski hérna í lagnirnar á einu sumri? Ég hef nú ekkert hugsað eiginlega út í það. Þetta var aldrei rosalega mikil veiði. Því að, sko, veiðin, hún var þannig í þessi 5 net og stundum 6 net þegar hann var með sem mestanet gamli maðurinn. Á góðum degi var þetta að gefa svona 26 bleikjur, 26 til 30 bleikjur, og þegar mest var, þá var þetta að skríða eitthvað innan við 100 fiskar. Það þótti alveg mók. En eins og ég segi, það var, sko, það var aldrei rosaleg veiði. Nei, en hann hélt dagbækur, var það ekki þetta? Jú, hann hélt að hann skrifaði alveg niður. Ég veit ekki hvað var það af þeim bókum. Nei. Og þetta var allt til hjá honum og eins með murtuveiðina, hún var náttúrulega skráð hjá Óra, sko, því að Óra keypti alla murtuna. Og segðu okkur, hvernig fór murtuveiðin fram? Murtuveiðin fór þannig fram að þá þurftum við að leggja, sko, það var svo, landi hérna á norðaverðinni er talsvert öðruvísi heldur en á sunnaverðinni, það er meiri sandur og landslagið allt öðru vísi. Hér er allt grýtt og hraunbotn. Þannig að við þurftum raunverulega að leggja netin eftir ákveðnum
sko, þar sem að murtan hélt sig bara á ákveðnum stöðum og pússaði botninn og þannig hann varð svona dökkur og þar, ef þú hittir ekki á þessa dökku bleiður, þá férst ekkert, þá voru netin tóm. Og hún að hrygna. Þá var hann að hrygna, já. Og þetta voru alveg ákveðnir staðir hérna við vatnið sem að fyrir utan hólmana og það eru stór og mikil svæði sem að engin murta að vera á stórum svæðum hérna. Svo aftur sumstar var hann alveg bara í kökkum, sko. Og þetta var allt selt í niðursöðu verksmiðjuna Ora. Já. Og fluttu þeir þetta til Ameríku? Þeir fluttu þetta mikið til Ameríku, eitthvað til Frakklands held ég. Svona, þetta þótti fínn matur og sérstaklega átti þetta að vera eitthvað kynbætandi. Örvandi fyrir... Örvandi fyrir kynlífi. Ég eiginlega gat nú aldrei, ég pröfaði að borða þessa murtu svona í dósunum. Mér fannst hún aldrei góð vegna þess að hún var svoðin bara í sínu eigin... Já, í sínu eigin legi. Í sínu eigin legi. Ég vildi láta á pröfa að setja þetta í olíu og gera einhverja pröfur. Krydda? Já, og krydda. Það var aldrei gert. Nei. Og þú voru ekkert fundið svona nokkra breytingu í... Í skrokknum? Í hináttina? Nei, það síður var. Mér fannst ekkert þetta var í... Reynda var ég náttúrulega aldrei mikið hrifinn af murtunni. En varst þú ekki hérna sjálfur í murtuveiði? Jú, sko, svo var ég í murtuveiði eftir gamli maðurinn hætti. Já. Og ég, eitt hausti veiti eiginlega tvöfaldanskamptinn sem gamli maður veiti þegar var nú bara mjög gott hjá honum. Já. Og það var algjört mok. Og hvað heldur það að vera mörg tonn? Það hafi verið tæp 4 tonn. Já. En nú voru fleiri bæir hérna í þessar útgerð? Og við vorum nefnilega með svo fá net líka, sko. Við vorum aldrei með mikið að netum. Það var tölvur útgerð hérna á Mjóanesi? Já, Mjóanesi og Heiðabæ og þessum bæjum. Kárastöðum? Já, mannsi heitirna Kárastöðum, hann var nú aldrei með, hann var nú komið með góðan bát. Það var eitthvað í þessu, sko? Þetta var bara, þessi veiði, hún var stór búgrein hjá þessum bændum, hérna við vatnið. Þeir máttu ekkert við því að þetta lagðist af. Ég heyrði sagt að það hefði einhvern tímann komið 80 tonn upp úr vatninu. Já, ég er ekkert frá því. Það var þegar hann Kristján heitinn sko, frá Skógafóti var að veiða út í Arnarvelli og þetta voru þá voru orðnir annálaðir sko, veiðigarpar hérna við vatnið og netaútgerðin náttúrulega sko, hún var alveg tvöföld við það sem oft var áður sko. Og þá kom alveg rétt, þá komu nýju netin, nælónetin og þau voru svona helmingi fisknari. Það var bara, maður tók ekkert nema bara á fiski. Nei. En nú var hér stíflurof á sínu tíma þegar Stengriðsstöðin var í byggingu. Já. Hafði það einhver áhrif á vatnið? Símon var alltaf að tala um það hefði haft áhrif og þess vegna var lagð geysilega mikil Símon var geysilega hrifinn af því að það var lagð stundað klak við vatnið. Já. Og ég er á því að allt klak sé nauðsynlegt við þetta vatn vegna þess að hver fiskurinn étur undan hinum sko. Og fiskurinn er svo gráður í hrognin að þetta er algjört nammi. Þetta er algjört nammi hjá það. Og þar að leiðandi sko, þarf að vera klak stundabæði á Ólafsstræti fyrir bleikjuna. Og alveg eins og er gert með urriðan, það þarf að taka klak úr urriðanum í Öxaránni og dreifa svo þessum segðum þegar þau eru komnir í ákveðna stærð með vatninu, ekki sturta þeim á einum stað eins og þeir hafa gert að setja þetta við útfallið þarna í soginu og það fer bara úr vatninu. Þetta kemur ekki vatnið til góða. Nú náttúrulega skemmdist útfallið þarna og urriðahringastaðirnir hurfu. Og þar með fækkaði urriðanum. Hvaða áhrif hafði það heldur á murtuna? Því að urriðin náttúrulega lifir mikið á murtu. Fjölgaði murtunni þá ekki of? Nei, ég gæti trúað því að núna gæti murtan orðið vandamál vegna þess að það er ekki nóg að urriði í vatninu þess að fækka henni. Ég meina það.
og magnið að murtunni, sko, ég teki eftir því líka murtan er mikið smærri sem að veiða svona frá landi og á stöng heldur hún var hér í gamla dag að hérna núna, ég geti trúið að núna þyrfti líklegast en að 15 murtur í kílói þegar við hérna áður fyrir þurftum ekki innan við 10. Já. Þannig að þetta gefur til kynna að það orðnir ómargir munnar fæðuna í vatninu. Já, það ekki nóg gengið á stofninn. Nei, það þarf að fækka honum. Já. En segðu mér, sko, hérna var náttúrulega fyrst og fremst netaveiði en 1940 og eitthvað eftir stríðið, verður þá ekki vaxandi ásókn í stangveiði við vatnið? Jú, það var nú eitt af sem að gamla konan hérna var ekki dólar hrifin af. Þau hjónin voru náttúrulega, þau höfðu þetta land, þjóðgarðslandið, fyrir sig og reiknuðu með að fá að hafa það í friði. En svo kemur þessi fjöldi stangveiðimanna allt í einu. Þar með var allur friður úti, raunverulega. En samt sem áður, við gátum alveg þessum veiðimönnum að veiða alveg hérna sko svo framalega sem fær ekki inn fyrir túngirðinguna vegna þess að það var búið að leggja öll vinna hérna að gera þetta tún hérna, Vatnskotstúnið hérna sem er náttúrulega ekkert mjög stórt. Þetta var náttúrulega slegið allt bara með handorf. Það var aldrei hægt að setja neina vélar á þetta og þetta var alveg geysileg vinna að halda þessu í rækt. Bæði að bera á þetta og svo heyja þetta. Það þoldi náttúrulega ekki átróning. Nei, það þoldi ekki átróning. Því að þetta er ekki svo, jarðvegurinn hérna er svo rýr. Þetta er svo stutt niður á klöppina. Mér langaði Einar að biðja að segja okkur frá helstu stangveiðistöðunum hérna frá landi í landi Vatnskots. Já, þegar hún minnist á það, Gylfi, þá dettur mér það nú helst í huga að sko, þegar ég var að veiða svona frá landi, þá þótti mér sko yfirleitt sko bestu staðnir frá landi væri þessi litli Vatnskotshólmi hérna, sem að þetta heiti Vatnsvík, þessi vík sem er hérna fyrir vestankotið. Og þar kastar maður ýmist út, það er allsstaðar fiskur í kringum þarna yfirleitt á ferðinni, hann fer svona í sveig sko. Fólk fer svolítið svona á gúmmíturum hérna út í hólmana og það er yfirleitt mjög góð veiði allsstaðar í kringum þessa hólma. Fiskurinn gengur með hólmunum bæði hérna að norðaverðinni, vestan og austan, alveg í hringinn. Og svo hérna, sem sagt, eystrasti hólminn hérna, þar liggur talsvert dýpi niður og síðan kemur eins og hólmi sem er raunverulega í kafi sem er gríðarlega stórt sker sem er á stærð við alveg heilan hólma. Það er svona eiginlega flæðisker. Já, flæðisker sem brýtur oft mikið á þegar það er mikil alda hérna. Og þar sem grynnstir á það er svona 40-50 sentimetrar. Þar sem er grynst ofan á það. Og alveg hringinn í kringum þetta stóra sker sem er á stærð við hólma, að þar er alltaf mikið af stórum bleikjum og jafnvel urriðar með. Og hvað heitir þetta undirvatnssker? Það heitir hringormur. Nú, aðri staðar svona frá landi, það má eiginlega segja að það er mikið á góðum stöðum bæði vestur úr, alveg út í Lampaðan. Þá á ég við Breiðavíkina, sko, sem er svona hérna mitt á milli Lampaðans og vaða þar út í hólmann og kasta þar út í dýpið. Því að fiskurinn gengur inn í víkina og út, það er bara eðli bleikjunar. Og síðan út á Grjótnesi, það sést eiginlega talsvert með Grjótnesi að það er geysilega mikið grjóti fram á bakkanum og þannig að það eiginlega skýrir sig sjálft Grjótnesið. Og vaða þar jafnvel út í hólmann líka og kasta bæði í vestur og allan hliðar, jafnvel inn í víkina. Ég hef fengið inn í víkinni þar
bara þó nokkuð á góðum bleikjum. Og svo eru góðir veiðistæðir, hérna bara tangarnir hérna alveg austur úr, alveg bara Austur á Langatanga. alveg austur á Langatanga og svo austur fyrir Langatanga þá er það mikið af góðum töngum líka. Já. Alveg, það er hver veiðistæðan á fætur öðrum. Já. En hérna undir Arnarfellinu, hét það ekki búr? Jú, seinni par sumars fór ég yfirleitt alltaf á bátnum hérna yfir og veitti með Arnarfellinu og í Já. búrinu og meðfram hérna hallinum, já, norður undir Ólafsdrátt og á þessu svæði öllu var yfirleitt mikið af vænni bleikju. Já. Já, og ég sá oft þar stóra urriða, mjög stóra urriða sem að voru þar svamlandi meðfram fellinu. En það var sjaldnar sem þau tóku. En svo sjáum við hérna yfir á Vellankollu eða hvað? Já. Svo Vellankalla er bara austasta víkin, er ekki? Vellakalla er reyndar nær Vatnsvíkinni. Eru 2 vatnsvíkur? Já, það er þessi stóra Vatnsvík sem að gengur þarna að þjóveginum. Já. Það er þessi alvöru Vatnsvík. Þessi Vatnsvík hérna fyrir vestan Koti hefur aldrei gengið undir öðru heldur en Vatnsvík, þessi vík hérna. Já, já. Það er náttúrulega, maður rekur sig á það að stundum eru sömu nöfnin á 2 stöðum. Já. Þetta er eins og Lambhæin hérna í þjóðgarðinum, svo er Lambhæi hinum megin. Já. Það er líka Lambhæi hinum megin. Frá annarri jörð. Frá annarri jörð. Já. Þannig að það eru sömu nöfnin sem að geta villt fyrir mönnum. Já, já. Já. Og hefur oft skapað svona, þú veist, hérna... Misskilning. Misskilning. Og þarna... Þarna eru veiðimenn konur út á... Já, þarna eru menn á leiðinni sem sagt að fara að veiða og ef að þeir vaða þarna áfram út, þá er þeir kominir út á klöppina sem þeir kalla. Ég kalla þetta bara murtanga. Það hefur alltaf verið murtang í mínum huga. Það var mikil murtuveiði yfirleitt í kringum þetta sker og hérna hefur framan, alltaf mikið líf. Það er svona hallandi klöpp hérna út af skerinu. Já, og allstar á þessu svæði er fiskurinn á ferðinni. Hann er yfirleitt alltaf hérna á ferðinni, sko. Þessi vík hérna, hún heitir Grýla og hérna inni í þessari vík geymdum við alltaf bátana. Já. Við geymdum bátana bæði þarna með bakkan og líka hérna inn í krikonum. Og þetta var mjög góð vík fyrir öllum áttum, þannig að hér var alltaf skjól og gott bátalagi. Já, já. Og þarna er hún að vaka bara út á vatninu? Já, hér er alltaf mikið líf þegar fiskur er á annar borð einhvers staðar á ferðinni. Og hér er aldrei fisklaust. Ég myndi alltaf segja það að hér væri aldrei fisklaust. Ég gæti garanterað það að hér væri fiskur á ferðinni allt árið. Já. Finnst þér nú ekki eftirsjá af þessu gamla heimiliðinu hér einar? Já, það er ekki spurning um það. Mér finnst hérna sorglegt að horfa upp á tóktina hérna. Það er bæði oft illa gengið hér og eiginlega subbulega. Húsið var geysilega vel byggt hérna og þegar það var rifið þá var ekki til fúin spýta í því og það hefði getað staðið næstu 100 árin og það var engun til ama. Það hefði mátt nota það sem minjasafn hérna, það mátt setja hér upp minjasafn. Hefði verið gaman að hafa myndir af veiðiskapnum sem var stundu hérna í þjóðgarðinum. Já. Og af þeim ábúendum sem að hér bjuggu lögbýlum. Eða hérna hefði verið skóli fyrir unglingar sem er að byrja að læra að veiða. Hérna hefði verið kannski 2-3 létti bátar sem að hefði verið hægt að fara svona smá róðratúr út af vatnið og hvernig er þetta að bera sig við veiðarnar? Já, akkurat. En nú ljúkum við frásögninni héðan frá Vatnskoti og þú ferð héðan, hvað ertu gamall þegar þú flyst héðan og hvert ferðu þá? Já, þá fer ég nú bara til Reykjavíkur og fer nú byrja á því að fara á sjóinu, fer 1 sumar á síld og eftir það hausti var ákveðið að ég ætlaði mér að fara í stýrimannaskólann en
hætti við það vegna þess að ég sjóaðist ekki Nei. og ákvaða að reyna bara við eitthvað iðnnám. Og skráði mig í iðnskólann og kláraði ég kláraði þarna 2 vetur í iðnskólanum og hérna var eiginlega í ætlan að fara bara í bifvélavirkjun. Mér fannst það að vera svona, ég hafði svolítið svona áhuga á... Áhrif frá Símoni kannski? Já, ég held að það hafi verið eitthvað grúski, sko, að ég hafi fengið einhvern svona grúska áhuga og hérna, það var nú yfirleitt með bílana hérna í gamla daga, þetta var alltaf eitthvað að bíla og þeir þóttu mjög áhugaverðir þeir einstaklingar sem að gátu eitthvað að hjálpa til. Það voru merkismenn. Já. Nú, hérna... En svo ferðu í prentnám og verðu prentari, en hvenær kemstu í kynni við laxveiði? Já, í sambandi við laxveiðina. Já, það er þannig að ég kynnist ungum manni sem heitir Sverrir Kristinsson úr Mosfellssveit. Frá Minna-Mosfelli? Já, frá Minna-Mosfelli. Að hann er með þessa ólæknandi veiðidellu alveg eins og ég hafði fyrir og kom nokkru sinnum með mér hér austur í kotið og við fórum hér að veiða á bátnum mínum sem ég átti hérna og hann sagði, sko, ég bara trúi ekki, hann er örugglega göldróttur. Hann veit alveg hvar bleikjan er og hann er alltaf með hann á. Og hérna, og þó við verðum með sömu veiðarfærin þá veit ég alltaf betur heldur en strákanir og svona, þannig að ég var nú ekkert að gorta með því neitt, ég hafði meira áhuga að þeir myndu fá góða veiði heldur en ég vegna þess að þetta var engin nýlunda hjá mér og ég var alltaf mjög ánægður þegar þeim gekk vel. Nú hann lendir í slagtogi með feðgum, Kristjáni Kristal og Snæbjörni Kristjánsinni, sem voru annarlaðir laxveiðimenn. Og hann fer bara í nám hjá gamla manninum. Og er þarna heilt sumar, sem sagt, með að veiða og hann verður alveg heldtekinn og hann segir mér svona frá þessu. Og segir svona, hann taldi sig vera svo til orðin full numa hjá þeim, hann þyrfti ekkert að raunverulega á þeim að halda. Þannig að hann spyrir mig hvort að ég vil ekki koma í veiðitúra og við byrjum að fara í Miðfjörðinn. Í Miðfjarðará? Í Miðfjarðará. Og hérna, ég man eftir því að mér tók þetta alveg svakalega dýrt. Ég segi, hvernig við höfum ekkert efni á þessu? Nei. Jú, ég garantera 20 fiskar. Það er bara 20 fiskar. Ég minna, það var ekkert annað. 20 fiskar. Og ég lét náttúrulega til leiðast. Nú, ég man ekki hvað við fengum marga fiska í þessum túr, en við fengum 5-6 laxa. Já. Og þetta voru allt boltafiskar. Og þar með var bara boltanum velt eins og sagt er. Við vorum bara alveg hreint hérna ómissandi hvor í öðrum og við splittum þessu þannig að ég borgaði alltaf helminginn og hann helminginn og skiptum svo aflanum? Og skiptum svo aflanum og reyndum alltaf að selja fyrir veiðikostnaði. Hvert seldu þið? Við seldum þetta mest seldum þetta til SS. SS skipta á okkur. Sláturvélar Suðurlands? Já, Sláturvélar Suðurlands og líka Þorbjörnar í Borg. Nú, þetta... En sko, hérna, Stangveiðifélagið, voruð þið þá orðnir félagar í Stangveiðifélagið? Já, stutt og eftir þá göngum við báðir í Stangveiðifélagið. Hann var reyndar, held ég, árið á undan og ég árið á eftir, eitthvað svoleiðis. Og hérna, og mér fannst alla tíð alltaf afskaplega dýrt að vera í þessum félagskap. Já, þetta kostar náttúrulega sitt. Já. En hvaða ár sóttu þið þá ár sem að Stangveiðifélagið hafði til leigu?
Þá sóttum við Norðurána. Já. Það var toppurinn sem að stangveiði hefur raunverulega, er raunverulega eina áin sem að stangveiðifélagi hefur haft af boðstofnum sem að var virkilega gaman að fara í. Jú, við sóttum líka Grímsána. Já. Grímsán var þá innan raða stangveiðifélagsins sem að sem ég þótti afskaplega slæmt að félagi skildi missa. Vegna þess að mér skilst að félag hafi lagt í mikinn kostnað í byggingu á húsi þar. Húsið var dýrt. Já, dýrt og hafi næst í riðu félagina að fullu á þeim tíma. En voruð þið þá í Norðurás, segirðu? Já. Á hvaða tíma? Við vorum yfirleitt í júnímánuði og yfirleitt reyndum við að komast á góðan tíma í kringum svona miðja mánuðin eða upp úr 20. júní. Við vorum yfirleitt ekki framar. Var það ekki góð veiði þá? Það var ýmist. Ég lenti til dæmis í einu holli í norðanum sem er nú alveg frægt. Að þá voru 12 stengur að veiða einn lax, það kom einn lax á 12 stengur. Í 3 daga? Í 3 daga og allt úrvalsveiðimenn og það var meðal Sverrir Kristinsson, Snæbjörn Kristjánsson og Kristján gamli Kristall. Og hver fekk þennan fisk? Og það var Snæbjörn Kristjánsson sem fekk hann á síðasta klukkutímanum sem átti veiði í ánni. Það var nú ekkert öðruvísi og það var nú bara ekkert nema smá putti. Það var ekki einu sinni stórfiskur. Nei. En Grímsáin, gaf hún ykkur eitthvað? Grímsáin, sko, já, hún gaf okkur oft, hún gaf okkur ekki marga fiska en hún gaf okkur nokkra fiska og þar á meðal stóra fiska. Já. Og það, við höfum geysilega gaman að veiða þar vegna þess að við settum eins og ég segi, þetta 14-15 punda fiska, það þótti manni alveg geysilega fallegi fiskar. Ég tala nú ekki þegar maður kemur úr ellunum sem er yfirleitt með ekki nema 4-5 punda fiska. Já. En fóruð þið svo oftar í Miðfjarðará? Já, við fórum oft í Miðfjarðará og gerðum það geysilega skemmtilega túra. Sérstaklega túrin sem var nú þegar Tóti fekk þessa 64 laxa á 2 dögum. Og Tóti var náttúrulega annálega veiðimaður í Miðfirðinum. Hann gjörþekkti svo vel ána og sérstaklega austurána. Hann náði oft stórum löxum í austuráni. Hann átti í 20 pund og þetta var náttúrulega alvöru fiskar, sko. En nú í vesturáni, þar voru líka oft góðir fiskar. Við settum í 1,19 punda þar og við fengum 3 eða 4 sem voru þetta 12-14. Já. Og þetta voru laxar sem ég man eftir því að koma þetta heima, þetta voru bara eins og golþorskar. Já, þetta var, sko, og við lentum til dæmis í því að það rigndi nóttina í Miðfirðinum og þá var búið að vera lengi þurrkur og þá gekk laxinn upp vesturána. Og það var alveg sama hvar þú rendir að laxinn var kominn á. Og við lentum í því að við vorum með 7-8 svona bolta að bera þetta niður að bíl. Þetta var bara, sko, maður var alltaf að taka þessi pás. Já, þið þurft hest bara? Já, en þurfti að vera með hest bara til þess að bera fiskinn niður til. Og þetta, sko, meira að þegar við komum niður í hús, þá voru okkur búið 1 dagur yfirbót. Já. Og þá sögðum við, nei takk, vorum búnir. Ég er hræddur í dag hefði maður ekki sagt nei takk. Maður hefði bara sagt já takk. Já. Voru þið fleiri húnveskum ám? Já, við fórum, við fórum ekki meira saman reynda fór ég einn og sér í Vatnsdalsána. Já. Með öðrum aðilum. Og ég hafði geysilega gaman að veða þar. Já. Enda náttúrulega, þar eru alveg svakalegi boltar. Ég held að þar hafi verið laxar hátt í milli 20 og 30 pund, sko. Þeir eru til. Já. Og þvílíkir belgir, sko. Ég man eftir því sérstaklega einu sinni að þegar ég var með einn sem þá var ég nú bara að veiða á Silungasvæðinu. Þá var ég með einn svona 20 pundara. Já. Og
ég hélt að ég gæti tengt hann svona eins og sleða. Hann lá bara í færinu og ég ætla að draga hann sko að landi, ég þurfti að fara yfir brúna. En náttúrulega svona þungur fiskur og ætla að teima svona, ég átti raunverulega að gefa honum slag og leyfa honum bara að renna með og landa honum í róleitum. Nei, ég ætla að teima hann bara í land og það endaði með því ég reif bara út úr honum. Já, var þau við brúna? Já, við brúna. Það var alveg rosalega gaman. Maður horfði bara á það. Já. Maður fekk störu, sko. Já. En í Borgarfirðinum? Gljúfurá, varst ekki það? Jú, ég var í Gljúfráni, ég fór í Gljúfrána og hérna. Mér gekk aldrei vel í Gljúfráni, en aftur á móti sá ég talsvert af fiskjar. Já. Það nú frekar smár fiskur. Já, hann frekar smár. En ég sá líka eitt skipti sem ég kom þar. Það var svona, ég held að verið í kringum 17. júní. Ég held bara, sko, ég væri að sjá einhver ofsjónir. Allt í einu kemur þessi svakalegu floti bara niður ána og þetta voru allt svona 10-12 punda laxar. Bara á flygiferð niður ána. Þetta voru bara laxar Rauðaglókjarránni sem voru að villast. Sko. Þeir voru bara að keyra tilbaka, sko. Bara snúa við. Og öll hjörðin bara, það var alveg sama hvað maður kastaði fyrir að þeir stoppuðu ekki. Það var bara strikið niður. En það snúið öfugt í vatninu? Já. En hvað veitur í Kjarrá eða Þverá? Já, ég fór nú að líti í Kjarrána. Ég held ég ekki farin nema einu sinni eða tvisvar í Kjarrána. Og þar settum við einn svakalegan drjóla. En félagi minn, Sverrir, sko, hann öskraði alltaf, Einar, þú tekur ekki á fiskinum, hann að magataka. Flotholtið var farið niður, ég vissi að ég átti að taka á honum, ég hlustaði á hann bara að því hann horfði á þetta, hann að magataka. En ég ætlaði að kippa í, svo kom bara flotholtið bara, pingu upp þetta bíó og búið, sko, að því ég tók ekki á honum. Hefði ég tekið á honum, þá hefði ég náð honum. Það voru margir búin að setja í þennan bolta. En ég var svo eini sem lét sér detta það hug að láta renna bara flotholt með einni pínlítli sökku til hans og hann tók hann niður. En bara vinur minn, að því hann var upp á berginn hinum og fylgdist með, þú tekur ekki á honum. Og hérna, ég blóðt hann svolítið í sand og ösku líka þetta og ég sagði að hann verið betra að heita ekki á honum. Já, maður á ekki alltaf að gera eins og mann sagt, sko. Nei. En Sverrir hefur nú verið á heimavelli í Leirvogsá til dæmis. Já, þar lendum við heldur betur við því. Einu sinni sem er nú gaman að segja frá, að við fengum hérna sem var náttúrulega mittviðin okkar Jánni, við fengum 36 laxa en skráðum bara 28. Því að það mátti náttúrulega ekki móðga alla hjörðina, sko. Nei. Á þessari vakt, þarna morguninn, þá setjum við og löndum 22 laxum. Og strákarnir sem voru á svæðinu fyrir ofan okkur, á miðsvæðinu, þá voru 3 stengur Jánni. Þeir hitt okkur í hádeginu niður við brú og þeir svona, við tökum svona tal saman og ég spyr hvernig það gengi hjá þeim. Það hafði ekkert gengi hjá þeim og ég segir að við sem með 22 og þá segir hann, hvað segir þið með 2? Nei, við erum með 22. Hvaða helvítis lygi er þetta, 22? Nei, ég vildi ekki bara koma hérna að sjá og ég sýndi honum í skottið, þar var bara sneisa fullur fiskikassina af laxi. En laxarnir voru allir litlir. Þetta voru allt smálaxar. Eins og Friðrik Veiðvörður sagði að það var einhvern mesta ólán sem að Stangaveiðifélagið Reykjavíkur gerði, að það var að setja klak úr ellánum í Leirvogsánna vegna þess að stofninn í Leirvogsánni var mjög stór fiskur. Og hann vildi meina það að smáfiskun hefði drepið stórfiskinn. Já, það margir sem eru með einsar hugmyndir um þetta. En er ekki hérna svona svipaður stofn í þessum ám, Elliðaám, Korpu, Leirvogsá og Laxá í Kjós?
Já, sko, laxinn í Laxá í Kjós, sko, þú sér þar mikið stundum oft, sko, ég tala nú ekki um í hlaupunum og þar sérðu þessa svaka bolta og þannig að það eru, sko, ég veit upp í Þórufoss, sko, 14 punda laxa sem að, sko, upp í staðan bara raunverulega í stofninum. Já. Þannig að þar eru rosalegi boltar innanum og líka sem að ganga upp í vatni, þannig upp í Meðalsvatni. En heyrðu Einar, leið og við þökkum þér fyrir fróðlega frásögn. Mættu við biðja eina góða veiðisögu og þá gjarna meir svona leikrænum tilburðum? Já, þú meinar það? Ég meina það. Já. Já, ég var nú bara, sko, það náttúrulega, mér dettur nú í hug hérna, sko, að því hann nú alltaf reyndi verið að bauna mig, hann félagi minna Sverri Kristinsson, gammal félagi, að segja eina skemmtilega veiðisögu á honum. Já. Það var þannig að við erum að veiða í Leiråssánni, þessari frægu litlu sprænu, eða litlu há, ekki kalla hana sprænu, með kalla hana sprænu, þetta er skemmtilega á svona alveg hreint við bæjardyrnar. Nú, það var eins og núna, það var þetta blíðskaparveður sem við erum að veiða og við erum á neðsta svæðinu. Og Sverri lappar upp í Varmadalsgrjótin og ég í neðri skrauta. Ég þóttist hafa séð fiskar en Sverri trúði ég ekki og ég renni maðkinum og ég verð var. Og jú, það var kippt aðeins í og ég tók kannski heldur snöggt við, ég ætlaði bara að festa í honum, að því ég reiknaði með þetta var einhver smá tittur, nema það var bara rokið. Og þá vissi ég að þetta var náttúrulega ekki neitt smáfiskur, heldur var það þannig að ég er með hann á í eina 7-8 mínútur, þá Sverri náttúrulega hvergi nærri, sko, þannig ég einn í löndun. Og ég hugsaði með mér því það nú kannski bara tæft í honum að ég tók svona snöggt við honum. Og þá yrði ég að fara varlega að honum. Nú, ég komið með hann svona næst í aðbakkanum og ætlaði að fara að beygja mig að ná sporttæki á honum, en bara leið var laust. Það bara lag taumurinn og ég náði aldrei tekinu og fiskurinn farinn. Og ég sá að þetta var sko yfir 10 punda fiskur og svo kemur Sverrir og ég sé hann frá fiskinu. Og ég sagði við hann, heyrðu, ég er búinn að fara hérna alveg hringinn í kringum hérna skautan og hann fór ekki upp úr, hann fór ekki niður úr. Ég bara sé hann ekki. Heyrðu, við höfum báðið með Polaroid. Heyrðu, hvar getur hann falið sig? Þetta er of stór fiskur til þess að hann getur falið sig. Og við erum að skegna á hásæði Sverri. Heyrðu, Einar, sko, í guðanna banna verð ekki með þessi læti hérna. Það er engin fiskur hérna. Engin fiskur? Ég er búinn að vera að þreyta fiskinn, sagði ég við hann. Hérna, hann sagði, já, nei, þetta er bara bull í þér. Nú, hérna, ég var í svona, í klofháu vatni, stóð þar á klöpp, og ég er náttúrulega skygna og hann var hinum megin. Svo verður mér lítið svona niður fyrir tærnar á mig. Hvað er þetta? Er ekki blámið þarna niðri? Bara beint fyrir neðan lappirnar á mig, það er bara blámið. Og ég öskra Sverri, heyrðu, það er blámið hérna niðri. Og þá var svona klapparskora, en þarna þurfti hann að kafa til þess að fara með hendina niður. Og ég segi þetta, ég held að laxinn sé þarna. Og hann sagði, helvítis vitleysi veiðir Einar, en hann kom yfir og fór að skoða. Jú, heyrðu, hann er þarna, já. Heyrðu, þá sagði hann, heyrðu, finnstu mér frikka, veistu hvort það frikki nokkuð starf? Hann fór að klæða sig úr á ofan, svo er hann orðinn ber á ofan og hann er náttúrulega þessi svaka hrausti maður. Maður heyrir bara kapotinn fara niður og svo koma frussandi bólur upp hérna, og hann fer niður og þá var ég búinn að ná í há og það var svona, við vorum að spekula hvar hann hefði farið inn. Við sáum ekki hvar hann hefði raunverulega farið þarna undir klöppina. En létum okkur detta í hug, það væri rétt að hafa háinn hérna við endan á klöppinni. Og ég er náttúrulega að fylgjast með honum að kafa
Hann hlýtur að fara að koma með fiskinn. Svo kemur hann upp. Og ég, engin fiskur. Og ég segi hvað, engin fiskur? Hæ? Jú, ég tók á honum, en ég náði honum ekki. Já, náttúrulega eins og venjulega. Það náttúrulega, þú veist, maður næri ekki, ef maður næri ekki góðu tæki, hann var alveg stóð alveg á öndinni sko, og frussandi, alveg hreint út allt. Og ég segi, heyrðu, ég sá engan fisk fara neitt. Hæ? Ég stend svona og að kíkja og allsstaðar að kíkja, skygna, maður alltaf að skygna, sko. Heyrðu, þá stendur hann svona fyrir aftan og segir, hvernig væri það eina mín og tækir háin upp bránni? Hann er gráni skrítinn, taka háin upp bránni. Ég hugsa mér, hvað er ekki allt í lagi með hann? Men ég tók náttúrulega háin upp bránni, þá var hann í há. Þá var hann konið inn í háin fiskurinn, 12 punda lax. En ég fann ekkert fyrir honum, hann fór bara inn í háin og var bara kjör þar. Og ég tók bara háin upp og hann var bara 12 punda laxan inni, þetta var alveg meira átt. Ég eins og ég sé, sko, og ég hafði svo gaman svo að því Sverrir var svo hræddur að Frikki sæja okkur, sko. En hérna, hann reddaði deginum. Já. Hann reddaði alveg deginum. Sumar veiðisögur eru sannar og þó lygilegar.